Úlfar Lúðvíksson segir bara hérna, það alltaf mýgleka. Við fáum ekki að gera neitt, það ekki gert neitt í þessum málum, þetta allt í klessu. En svo kemur þú og segir hérna, já, við erum svona að reyna að bæta þetta og reyna að skoða þetta. En sko, ég veit ekki hvort að fólk sé almennt bara peppað yfir því að, þú veist, eins og segja, Úlfar Lúðvíksson sagði bara að Schengen samstarfið hafi bara verið sorgarsaga út af því að þetta hafi leyft skipulegum brotahópum að vaxa fiskur hrygg. Þeir eru búin að tvöfaldast núna á skömmum tíma. Þannig að spurningin kannski bara sú bara, þetta nóg að vera með þetta svona? Já, ég hef mikla trú á þessu. Ég hef mikla trú á greiningarvinnu. Ég hef mikla trú á því að við með í raun fáar lykil landamærastöðvar getum gert gríðarlega gott starf. Við náttúrulega höfum aðgang að góðum gagnagrunnum af því við erum í Schengen samstarfinu. Það Eurodac? Það einn gagnagrunnur, en við höfum til þess bara að SIS, sem bara Schengen Information System, þar sem eru skráðnar upplýsingar, Interpol gagnagrunnur líka, þannig að við höfum aðgang að góðum upplýsingum sem að skipta gríðarlega miklu máli. En Schengen getur náttúrulega ekki gengið nema að sé líka góð lögreglusamvinna og við eigum í gott samstarf við bæði Europol, við líka landamæra og strandgæslustofnun Evrópu, Frontex, við önnur lögregluembætti, en það þarf náttúrulega fjárfesta í það samstarf og við þurfum að leggja mikið upp úr í. Og við eigum líka að vera ófeimin við að hafa afskipti af einstaklingum sem eru að koma til landsins og við höfum verið að gera. Þannig að þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli, en það ekkert sem heitir 100% öryggi. Það kannski það sem að reyna að benda fólki á. En Úlfar, þú nefnir hann,